Alþingiskosningarnar árið 1971 voru mjög sögulegar. Þau stórtíðindi urðu að viðreisnarstjórnin, ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, féll eftir 12 ára setu. Alþýðuflokkurinn fékk mikinn skell og missti þriðjung þingmanna sinna. Já, andrúmsloftið var svo sannarlega rafmagnað á kjördag 1971. Úrslit kosninganna 1971 urðu þau að stjórnarflokkarnir fengu 28 þingsæti en stjórnarandstaðan 32. En þingsæti voru þá 60 eða 3 færri en í dag. Alþýðuflokkurinn hlaut 6 þingmenn en hafði 9 áður. Þá hafði nýr stjórnmálaflokkur komið fram á sjónarsviðið, Samtök frjálslyndra og vinstrimanna undir forystu Hannibals Valdimarssonar, en flokkurinn fékk 5 þingsæti. Forystumenn flokkana komu í sjónvarpssal þegar úrslit lágu fyrir og var Hannibal sigurreifur en Gylfa Þ. Gíslasyni, formanni Alþýðuflokksins, var greinilega þungt í skapi enda búinn að missa þriðjung þingflokksins og stjórnin fallin. Andstæðingarnir töldu að við værum með kosningaraup þegar við töldum að við myndum fá alltaf því 4 til 5 manna þingflokk, en það var nú raunveruleikinn sem sannaði þetta. Gylfi, nú má segja, og raunar má ekki segja heldur, er það staðreynd að Alþýðuflokkurinn hefur beðið mjög mikinn ósigur í þessum kosningum. Hver er skýringin á því? Skýringarnar er eflaust fyrst og fremst að leita í því að þegar flokkur hefur verið í 12 ár í samstarfi við annan flokk og svo kemur allt í einu fram á sjónarsviðið flokkur sem telur sig hafa sömu stefnu og flokkurinn sem er í stjórn en ber þó enga ábyrgð á stjórnarathöfnum, þá má búast við miklum breytingum á fylgi þessara 2 flokka. Þegar ljóst var að Hannibal Valdimarsson var sigurvegarinn, að þá náttúrulega átti að vera kosningar og tala við alla foringjana. Svo klukkan orðin held ég eitthvað 4 eða 5, þá kemur Emil hlaupandi til mér og segir Ómar, það er allt í steik, þeir eru hættir að fljúga á Ísafjörð, það er eitthvað misvind á flugvellinum og þetta er ónýtt í kvöld. Þú verður að bjarga okkur. Hannibal er fastur fyrir vestan og það er ekki neitt til neins að vera að tala í kvöld. Hann ræður því, getur sagt hvort það verður áfram viðreisnarstjórn og að Samtök frjálslyndra og vinstrimanna fari þar inn eða hvort það er vinstristjórn. Við verðum að fá hann. Áttu eitthvað tráð. Og ég fór náttúrulega strax og hringdi bara 1 símtal vestur og sá þá strax að vindurinn var þannig á vellinum að fokkarinn gat ekki lenda því að það var misvindi við báða enda og inn á miðjunni. En ég gat hins vegar komið og farið yfir eyrina og komið þvert yfir og lenda á parti af vellinum þar sem var ekkert misvindi. Fór þangað, sótti Hannibal og flaug mig að suður og var náttúrulega búinn að taka með viðtalið fyrir kosningavökuna á leiðinni suður í ógleymanlega fallegu veðri, þar sem að verðandi samgönguráðherra fékk sko heilmikið fyrirlestur frá mér um það hvers konar verkefni biðu hans ráðherra. Það var mjög skemmtilegt. Við höfðum settið saman og spjallað áður en að þátturinn byrjaði. Þetta var í beinni útsendingu allt saman. Og svo segir Magnús þegar við vorum á leiðinni inn í stúdíóið, þá segir Magnús og svo þérum við þig auðvitað, vegna þess að það var bara gert í sjónvarpi þá. Og þá sagði hann bara, já, mér er alveg saman það, ég þú ekkur. Hannibal fór hamförum Vestfirði og vann náttúrulega frækinn sigur og dró Karvel Pálmarsson með sér inn. Hann var bara gersamlega óþekktur maður og var bara allt í númer 2 og fór inn á þing með Hannibal og þar með varð hann að því sem hann varð. Annars hefði hann bara haldið áfram að vera bara barnakennari í Bólingavík.